Mér langar að spyrja aðeins út í að því að þú hefur einhver tengslið World Economic Forum og hefur talað þar eða sótt fundi hjá World Economic Forum, það ekki? Já, takk fyrir að spyrja mig út í þetta. Ég held að sé mikill miskilningur í gangi það. Bara kannski að útskýra fyrst hvað World Economic Forum er. Já, ég myndi gjarnan vilja... Eða WEF. Já, World Economic Forum var stofnað af manni sem heitir Klaus Schwab fyrir, ég veit ekki hvað, bara mörgum áratugum síðan. Og voru í rauninni samtök eða átt að vera ráðstefna þar sem samtal færir fram á milli stórfyrirtækja í heiminum og stjórnvalda. Og framan af held ég að það samtal hafi alveg verið mjög mikilvægt og þarft og það var bara öll stóru málin því að stjórnvöld og atvinnulíf þurfa að vinna saman. En ég myndi segja að í dálítið langan tíma hefur þetta verið meira fyrirtækin að koma saman heldur en stjórnvöld, þar að segja stjórnvöld hafa í minna mæli tekið þátt og í auknum mæli hafa svona frjáls félagasamtök eins og mín verið að koma og vera á hliðarlínunum á árlegri ráðstefnu þeirra sem á sér stað í Davos. Þannig að ég ekki meðlimur í World Economic Forum, B-Team ekki meðlimur í World Economic Forum og ég hef aldrei tekið þátt í þeirra aðalráðstefnu. Ég heyri á þér að þú hefur orðið áskynja þessar neikvæðu umræðu sem að verða vaxandi World Economic Forum og svona að þar séu bara að vera að leggja á ráðin heimsyfirráð og gegn almenningi í raun og veru, elítan að leggja á ráðan gegn almenningi. Já, ég held í fyrsta lagi myndi væntanlega ekki vera meira og minna sent allt beint út frá þessari ráðstefnu allan heim eða væri verið að leggja á ráðin einhver heimsyfirráð. Þannig að ég held að það sé eina af þessu svona upplýsingaóreiðu fréttum. En þetta mest elít ráðstefna sem að ég hef nokkuð tíðan fylgst með. Ég fylgist bara með henni af hliðarlínunum þó ég hafi komið þarna í þríganga, þá ég ekki eina af þessum þáttakendum að því að fyrirtæki þurfa að borga mikið fé til að vera þáttakendur í þessu samfélagi og B-Team og ég sjálf höfum ekki þau efni og svo hef ég alltaf sett aldrei svona spurningamerki við það hefur aldrei verið meir en 17% þáttakenda konur. Og mér finnst það mikið ójafnvægi og ég mjög ósátt við það, þannig að einu sinni var mér boðið að vera á aðalsviðinu og ég hafnaði því. En við höfum haldið marga fundi á hliðarlínunum hérna hjá B-Team og erum þátt að vekja, í rauninni bara kalla á forstjóra fyrirtæki og stjórnvöld að axla meiri ábyrgð. Við mætum þangað til þess að hafa áhrif á það. Ég myndi vara fólk við að gleypa einhverjar fréttir það að þarna sé verið að leggja á einhver heimsyfirráð. Hins vegar finnst mér Klaus Schwab og nálgunin í Davos löngu úrelt. Og ég lagði til fyrir mörgum árum síðan að Davos myndi flytja ráðstefnu sína til Afríku eða Suður-Ameríku eða eiga samtal þar sem að raunveruleg fátækt og raunverulegar erfiðleikar í tengslum við þau mál sem gjarnan eru rædd í Davos eru bara sýnileg og óbreyttir borgarar fá að taka meiri þátt í þessu samtali. En það verið að nota svolítið þessa, ég veit ekki hvort að þetta afleiðing af lágu trausti og þessum svona ótta sem að við erum að ala á. Já, við erum að heyra að þarna sé verið að undirbyggja og plana að elitan fái almenning til að samþykja það í framtíðinni raun og veru til dæmis að afsala sér eignarréttinum, að við erum öll sátt við að eiga ekki neitt og við erum öll að fara að hætta að borða kjöt og fara að borða meira pöddur og þetta allt svona, þú heyrir... Ég hef aldrei heyrt þessa fyrstu umræðu einstæðar í... Þetta út allt, sko. Já, ég hef aldrei heyrt hana og... Klaus Schwab sé bara svona evil, svona plottari sem að sé bara einhvern veginn að... Ég held hann sé það ekki, en hins vegar finnst mér hann vera orðin mjög ríkgamall og úr tengslum við allan raunveruleika og hefði fyrir löngu átt að eiga sér stað kynslóðaskipti í þessu samtali. Ég held líka að það hefði átt að færast nær fólki og það sem brennur á fólki heldur en að vera Davos pínulítill skíðabær, fólk þarf að borga milljónir til þess að gista þarna og koma á þessa ráðstefnu, koma mjög margir í einkaflugi og þyrlum og guðum að vita hvað og mér finnst ekkert allt til sóma sem á sér stað þarna. En við förum þarna vegna þess að þarna eru áhrifavaldar sem að við erum að reyna að tala við í B-Team, þannig að þú getur kallað okkur aktivista frekar en þáttakendur í World Economic Forum. Við erum ekki að tala fyrir því að fólk eigi að borða pöddur, en við erum fylgjandi því að við öxlum ábyrgð í loftslags- og umhverfismálum, að fyrirtækjastjórnendur og stjórnvöld geri það. Við erum að tala fyrir jöfnuði, að við horfum á, réttlátt umskipti fyrir Afríku. Í Afríku til dæmis núna, Afríka sjálfa fara að biðja að fá að taka þátt í samtalinu á alþjóðasviðinu. Afríka skilin eftir og þegar við til dæmis tölum stríðin í heiminum, að því að nú erum við komin á svo hættulega tíma, að þá tölum við innrás Rússa í Úkraínu og við tölum stríðið fyrir botni Miðjarðarhafs, en við tölum ekki að það eru 17 stríð í gangi í Afríku. Og við bara gleymum dálítið suðurhveli jarðar.
og þannig að ég hef tekið þátt í samtölum á þessum nótum og til dæmis mikilvægi þess að fyrirtæki og fósturar fyrirtæki reyna að beita sér fyrir að brúa það sem að mér hefur fundist mjög lengi bara ósjálfbært launabil á milli þeirra sem mest hafa og þeirra sem minnst hafa. Það hefur náttúrulega bara stækkað síðustu áratugi.